Góðan daginn, nafn mitt Páll Ásgeir Davíðsson. Ég starfa sem Chief Technical Advisor varðandi uppbyggingu réttarríkisins og réttarkerfa fyrir UNDP, Þróunarsamvinnustofnun Sameinuðu þjóðanna í Djibouti. Mitt hlutverk að stýra verkefnum sem varðar uppbyggingu réttarríkisins. Mjög áhugavert. Þannig að við erum að koma inn og skoða hvað það sem veitir réttlæti, hvað það sem tryggir réttarríkið. Og þannig erum við náttúrulega mikið að horfa til dæmis lagana, hvernig lögin eru gerð, hvernig réttarríkið sem slíkt fungerar, dómstólar og jafnvel, sem mjög skemmtilegt og við Íslendingar þekkjum kannski minna, hvernig óformlegi dómstólar virka. Þannig erum við að tala ættarleiðtoga undir tré sem að finna leiðir til að ráða úr deilumálum. Og þannig að hlutverk okkar að koma og segja, ok, hvað þarf að styrkja? Eru lögin nægilega góð? Er fólki nægilega vel þjálfað? Er ferlin nægilega góð? Er spilling sem að draga úr aðgengi að réttaríki og aðgengi að dómstólum? Og hversu öflugt réttaríkið er? Eru ferlin tölvuvædd? Þannig að við erum að skoða þessa mörgu þættu og velta fyrir okkur hvað það að gera til að styrkja þá og koma inn þá með þekkingu, tækni, ferli og búnað til þess að ýta undir þetta. Og þetta dálítið áhugavert ferli vegna þess að oftast réttaríkið og réttlæti eitthvað sem kemur frá hverjum og einum. Hverju og einu þjóðríki, hverju og einu menningarheimi. En við erum að skoða okkur hvað það að gera til að styrkja þetta með áhrifum utanfrá. Það sem UNDP gerir er mjög áhugavert vegna þess að þeir raunar þvert á heimsmarkmiðin og þau kallaði sig eiginlega The Integrator Agency. Þeir raunar taka til allra. Til dæmis öfugt við UN Women, skal við kannski fókusera á réttindi kvenna, þá eru við líka með réttindi kvenna en meira í þessu þróunarlegu samhengi. Hvernig þetta styðja við uppbyggingu almennt. Og það sem svo áhugavert að þróun hefur verið á margan hátt hvað það varðar. Þannig að við erum ekki bara að skoða hvað það gerir til að styrkja efnahaginn og tryggja fólki í vinnu og lífsviðurværi. Inn í þetta kemur auðvitað aðrir þættir heimsmarkmiðanna eins og aðgangur að vatni, heilsu og grunnurinn að þessu öllu, það er mín einlæga trú, öflugt, eru öfluga stofnanir. Vegna þess að í gegnum öfluga stofnanir tryggir frið og þú tryggir ákveðið réttlæti, þú tryggir það að eignarrétturinn sé virtur, að fólk geti stofnað fyrirtæki, að samningar séu virtir og þegar þú ert með það, það hefur forsendur fyrir áframhaldi uppbyggingu. Þannig að við erum að koma inn í þetta og ég þá að vinna og að halda mjög mikið þennan þátt sem varðar stjórnarhætti. En aðrir kollegar þeir eru kannski að vinna með loftslagsmál, þeir eru að vinna með valdeflingu kvenna, þeir eru að skoða efnahaginn, en ég að halda það sem varðar stjórnarhætti. Og ég að finna að þetta alltaf að taka meira og meira pláss í hugsun ekki bara UNDP, heldur líka annarra stofnana. Og það að myndast ákveður svona samhugur það að ef ég ætla að vinna að efnahagi, ef ég ætla að vinna réttindi kvenna, ef ég ætla að vinna að barnréttindum, þá þarf ég að tryggja réttarríki virki. Og annars kemst maður ekki áfram. Já, þetta var nú aldrei svona furðuleg leið sem leiddi til þess að ég fór að starfa hjá Sameinuðu þjóðunum. Ég fór, ef maður fer aðeins aftur Fjallabaksleiðið þá byrjaði ég mitt alþjóðlega ferli á því að ég var fyrsti íslenski laganemi sem fór í námi í Frakklandi og þá kynntist ég bara allt heimi. Og í beinu framhaldi af því og minni útskrift þá fór ég starfsnefnd hjá Evrópuráðinu í Strasbourg. Þannig ég kynntist aðeins alþjóðastörfum í gegnum það. Og ég byrjaði þar sem starfsnemi sem að sendur út á vegum utanríkisráðuneytisins. Þannig ég þakka utanríkisráðuneytinu fyrir að hafa opnað þær dyr. Það leiddi svo til þess að ég var seinna sendur út á vegum ráðuneytis aftur á vegum ÖSE eða innan ÖSE til Kosovo og þá var ég partur af miklu stærra alþjóðlega samhengi. Og sjálfur var ég heillaður af þeirri hugmynd að vera ekki að vinna bara inn í einhverju evrópsku samhengi, heldur í miklu meira hnattrænu samhengi, kynntist kollegum. Ég fór að mennta mig meira á þessu sviði en það menntun frá íslenska lagadeild á þessu tíma var mjög lítið alþjóðleg og þannig ég fór í meistaranámi í Bandaríkjunum og svona, það var kannski dauðvelt en að lokum leitaði til þess að ég mér var búin staða
hjá Sameinuðu þjóðunum og fyrsta staðan varðaði skoðun á því hvernig nýting náttúruauðlinda og arðrán náttúruauðlinda í Kongó ýtti undir átökin þar. Og svo svona eitt leitt að öðru og ég hef verið að koma að verkum sem varði uppbyggingu réttarríkisins, varð mikið í friðargæsluverkefnum en núna meira á þróunarvinklinum. Ef við tökum í verkefni út af fyrir sig, þá náttúrulega augljóst að þau varða sterkari stofnanir og frið og varða þannig heimsmarkmið 16. En það sem maður sér svo augljóslega í þessum starfi að öll markmið eru samtengd. Og eins og ég sé þetta, þá heimsmarkmið 16 grunnurinn sem öll hin markmiðin byggja á og alveg samtengd. Þannig að til dæmis, og það mjög áhugavert samstarf og samtal núna í gangi í Djibouti á milli stofnana Sameinuðu þjóðanna, þar sem til dæmis UNICEF kemur inn og segir, heyrðu, ok, við erum að tryggja hérna réttindi barna, en hvernig við geta tryggt réttindi barna ef að réttarkerfið sjálft ekki að virka og ef að lögin verndi ekki réttindi barna. Og við getum alveg tekið hérna réttindi barna og vera að vinna með því kannski út af fyrir sig, en ef kerfið sjálft í lamasessi, þá erum við ekki nánir árangri. Þannig að tryggja kerfið sjálft virki. Og þetta sama samtal á sér síðan stað við aðra stofnanir, eða í náttúruvernd, það það sama. Mjög áhugavert dæmi, ég var að ræða við ráðuneytisstjóra í umhverfismálaráðuneytinu sem að sagði að við erum búin að banna plast fyrir löngu síðan. En það hefur ekki áhrif vegna þess að fólk ekki að virða reglurnar. Á meðan í öðrum ríkjum, segjum við kannski að það væri á Íslandi eða í Rúanda, þá það virt. Þannig að ef réttarríki virkar ekki, þá náum við ekki að fylgja því eftir sem við viljum fylgja eftir. Þannig að það mjög áhugaverð dýnamík þar sem maður finnur að uppbygging stjórnkerfisins grunnurinn að hinu. Og svo með sama hætti, ef að efnahagurinn er ekki að virka, ef réttindi kvenna er ekki virt, ef að börn er ekki að blómstra, þá verður innviðir stjórnvalda líka veikir. Þannig að það dýnamík þarna á milli sem við erum að reyna að vinna að. Þannig að já, ég vinna að heimsmarkmiði 16, en í raun líka að öllum öðrum. Til að segja svo í Djibouti að þá eru dómstólar bara í höfuðborginni. Í öllum sveitum Djibouti þar ekki dómstólar. Og þá þetta bara informal justice, customary justice, það rauninni bara ættaleiðtogar sem að reyna að leysa úr deilumálum undir trjám og það hefur mikið vægi út af fyrir sig en það hefur líka ákveðnar takmarkanir vegna þess að þeir geta ekki tekið bindandi ákvarðanir réttindi fólks. Og við áttum þátt í því að taka dómara frá Djibouti, fara með þá inn í sveitirnar til þess að fólk hefði aðgang að réttarkerfinu. Og ég var að sjá töfum 70 mann sem gekk þó 5 kílómetra, í 30-40 stæði hita, til þess að geta haft aðgang að þessum dómstólum. Og af hverju? Vegna þess að þegar deilumál á milli fjölskyldar, þá það eitrið sem eyðileggur allar fjölskyldur. Og þetta var að mæta þarna á réttarsal var eins og að mæta bara á okkur sveitapartí þar sem að menn var að koma saman og finna lausn sinna deilumála. Og þetta var mjög upplifun fyrir mig vegna þess að fyrir okkur Íslendingum að leita til dómstóla náttúrulega leiðilegt, eitthvað sem maður vill ekki gera og finnst þér bara alveg sjálfsagt. En þarna þegar það skortur á þess að maður sér hvað það gefur fólkinu að geta leyst sín mál, það var mjög gefandi. Oft þegar maður talar stærstu áskoranir þá hugsa maður aðeins verkefnalega séð og verkefnalega séð það ofsalega stórar. Við erum að skoða loftslagsbreytingar sem að umbreyta vistkerfum sem grunnur að öllum samfélögum og gríðarlega tæknilega erfitt að takast á við. Við erum að tala gervigreind sem að stærsta breyting frá iðnbyltingu hvað varðar vinnumarkað. Og mun hafa gríðarleg áhrif, ekki bara varðandi persónuvernd heldur eins og ég nefndi, varðandi vinnumarkað, varðandi öryggismál, varðandi hluti sem við erfitt með að sjá fyrir, bara uppbyggingu samfélaga. Svo á sama tíma erum við að sjá, kannski fyrsta skipti frá seinni heimsstyrjöld, bara beinar árásir í broti og í trássi við stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þannig að við erum að sjá ofsalega stór verkefni.
En á sama tíma, og það kannski það sem ég eiginlega meiri áhyggjur af, það að grunnurinn sem það alþjóðlega samstarf sem Sameinuðu þjóðirnar byggja á að fara í sundur, að falla. Þessi hugmynd að, eins og kemur svo flott fram í stofnsáttmálanum, we the peoples of the United Nations, við vinnum saman með friðsamlegum hætti að lausn deilumála. Við vinnum saman að friðsamlegum hætti að taka þeim áskorunum sem stöndum frammi fyrir. Og allar þær áskorunum sem ég nefndi krefjast þess að við vinnum saman. En það sem við skoðum, það sem við sjáum hins vegar sko að we the peoples, mjög víða allan heim, eru farnar að draga sig inn í sína skil, fólk hrætt og leitar þá til hægri afla sem að segja að þeim sé best að loka sig af og vera ekkert að taka þátt í þessu alþjóðlegu starfi með þessum hættulegu útlendingum. Þannig að þetta eitt sem að sko mér finnst mjög óvenjuleg þróun og svo hins vegar það að mörg þjóðríki sem slík eru einmitt líka farin að draga sig saman í staðinn fyrir að fara í öflugra samstarf til að geta tekið á þessum stóru deilumálum. Þannig að einhvern veginn innviði Sameinuðu þjóðanna og það traust sem það þarf nýtur ekki við á sama tíma og það hefur kannski aldrei verið meiri þörf yfir störfum saman. Og inn í þetta kemur auðvitað líka að Sameinuðu þjóðirnar eru basísk tíma og hafa kannski ekki þá uppbyggingu sem að þarf til að sko vera opin og hafa alla þá inni sem að þarf, hleypa röddum allra að, geta tekið ákvarðanir sem að hafa áhrif. Og þannig að það er gríðarlega stórt verkefni þarna. Hvernig kem ég inn í það? Mín ástríða og svona mín trú og okkar leiðið áfram svo að lausnin af þessu fyrir okkur manneskju, liggur í því hvernig við manneskjurnar finnum leiður út úr því að starfa saman. Fyrir mér mannkynsagan einhver saga það, hvernig förum bara úr litlum ættbálkum yfir í heimsveldi, yfir í þjóðríki, yfir í alþjóðlegt samstarf. Við erum alltaf að leita leiða til að starfa saman og vonandi verður einhver nýr fasa á þessum þar sem við finnum enn eina leið til að starfa saman til að takast á við þann hnattræna og samtvinna heim sem við lifum í, hvort sem við viljum það eða ekki. Þannig að sko grunnurinn fyrir mér sá, ef við samþykkjum ákveðna leikreglur, réttarríkið, hvort sem það að innan sko leikskóla eða innan þjóðríkis eða innan alþjóðlegra samskipta, að þá myndast grundvöllur fyrir þetta samstarf. Þú getur ekki spila fótbolta ef hver að gera það með sínum hætti. Og það er það sem eitt mesta vægi Sameinuðu þjóðanna það að við komum inn með þessar grunnreglur þannig að þjóðríki gátu sín á milli byrja að starfa saman. Núna þegar þetta aðeins að fara, þetta að flosna í sundur, þá er svona mikið að við getum haldið áfram og fundið leiðir til að tryggja þetta. Við þekkjum formúluna á margan hátt, en bara frammi fyrir þeim heimi sem stöndum frammi fyrir í dag, að þá eru mjög miklar áskoranir. Og mín ástæða að finna hvernig getum við gert þetta, jafnvel gegnum mitt litla verkefni í litlu ríki. Mér þótt áhugavert sem svona bara gaur á planinu að sjá hvaða áhrif Ísland hefur og getur haft. Sko annars vegar kannski í stóru myndinni að það sé ríki sem sko annars vegar með bara ákveðin heilindi. Þú veist, við erum ekki með einhverja stórkostlega sögu, við erum ekki að reyna að vinna að einhverjum stórpólitískum hagsmunum, oftast þegar við beitum okkur þá er vegna þess að við trúum á málin. Við trúum á mannréttindi, við trúum á umhverfisvernd, við trúum á réttaríkið, við verðum að beita okkur með þetta. Og það sem ég hef aldrei séð það að þegar svona ríki koma fram eins og Ísland og kannski önnur Norðurlönd og að beita sig fyrir ákveðnum málaflokkum, þá erum við tekin trúanleg fyrir það sem við segjum, menn ekki bara að hugsa hvað það bakvið. Þannig að þetta rosalega mikið vægi. Það geta verið þessi rödd sem rödd málstaðarins sem fólk trúur og treystir. Svo líka höfum við ákveðna sérþekkingu sem mikilvæg og mér finnst mjög flott hvernig Ísland hefur að ganga fram með réttindi kvenna og sjávarútvegsmál, þar sem við höfum mikla þekkingu fram að færa og þetta skiptir máli í stóra samhenginu. Svo aðeins þótt skemmtilegt svona á smærra plani hvernig sko Íslendingurinn getur líka komið inn. Það einhvern veginn það að við erum í svo litla samfélagi með breiða þekkingu. Mér þótt að verið mikill akkur. Ég hélt því ég byrjaði að starfa alþjóðlega að
Akkilesarhæll væri sá ég hef ekki nægilega mikla sérþekkingu, við fólk kannski sem kæmi frá flottum háskólum með gríðarlega mikla þekkingu í alþjóðamálum. En einhvern veginn hefði það verið bara dálítið gott að vera Íslendingurinn sem hefur breiða þekkingu, sem að, já, þetta reddast ákveðin viðkvæði sem að passa í þessu alþjóðlega samhengi, það er alltaf breytast, það eru gríðarlega mikla áskoranir, það er sjaldnast til aðferðafræði sem virkar, þannig að þú þarft ofta að redda ef aðstæður sem eru gríðarlega erfiðar. Þannig að einhvern veginn hefur maður náð að sigla sinn sjó með það veganesti sem að litla Ísland veitti manni. Þannig ég held að við höfum heilmikið fram að færa og það er allt í húfi fyrir okkur vegna þess að ríki eins og Ísland hefur ekki bolmagn. Og það sem að verndar ríki eins og Ísland, og þá meini bolmagn efnahagslega eða hernaðarlega séð, til að geta staðið á okkar. Þannig að ef við förum aftur í einhvers konar kaotískan heim þar sem að valdið ríkir, að þá eru bara tekin yfir. Þá höfum við ekkert að segja. Þannig að það er bara að ramma þar sem að eru lög og reglur virtar. Hvert og rétt þjóðríki hefur rödd. Og íslenski sendiherrann getur haft svipað vægi og bandaríski sendiherrann þegar kemur á ákveðnum málum, sérstaklega vettvangi allsherjarþingsins, að við getum varðveið það sjálfstæði og þá rödd og þau einkenni sem að gera okkur að þjóð. Þannig að það er allt í húfi fyrir okkur að ýta undir alþjóðasamstarf. Já, þó að fjármagnið sé ekki mikið og verkefni sé stór, þá hafa verið markverð afrek á, ég myndi segja bara undanförnum áratökum, hvað þá ef við förum lengra. Ef við skoðum bara krísuaðstæður, að þá hafa Sameinuðu þjóðirnar gert að verkum að milljónir manna lifa sem annars væru dáin úr hungri og vosbúð á átakasvæðum. Og þarna er ég náttúrulega að tala þá mannúðaraðstoð sem Sameinuðu þjóðirnar hafa veitt, en líka það að ramma og það öryggi sem að friðargæsluverkefni Sameinuðu þjóðirnar hafa veitt. Og hvað þá þegar ég tala það að Sameinuðu þjóðirnar hafa víða ýtt undir, ég til dæmis bara núna að hugsa Kólumbíu, Súdan á sínu tíma og fleiri svæði þar sem þau eru ekki bara náða að stilla til friðar, heldur líka náða að ýta undir frið til lengri tíma. Þetta ef við skoðum aðeins krísustöður. Við erum líka að skoða viðvarandi stuðning, til dæmis mannréttindi. Það sem að mannréttindaráðið er að gera. Allar þessar sérfræðinefndir undir sáttmálanum. Þetta er stöðu skoðun á því hvort að mannréttindi séu virt, samskipt á milli ríkja og fræðimanna hvernig það er hægt hvað þarf að gera til að koma til að styðja mannréttindi og líka eftirfylgni með ríkjum, Sýrlandi, Míanmar eru nýlega dæmi, þar sem að ástandið er mjög hættulegt og athygli alþjóðasamfélagsins, Sameinuðu þjóðanna og annarra er vakin á ástandi sem er óásættanlegt. Lítil vinna varðandi þróunarmál. Bara til eins og Þróunarsamvinnustofnun Sameinuðu þjóðanna hefur lyft meira en 100 milljón manns úr sárafátækt. Ég myndi það að vera þessi gaur sem að þénaði $3 á dag en allt á lífsviðurværi í að geta komið börnunum sín til menntunar og hefur mat og hefur ís og á. Þetta er rosalega mikilvægt. Litli hluti sem maður sér í sínu eigin starfi, það sem maður allt dómstólar fara að verka betur eða fara inn í sveitirnar og geta leyst úr deilumáli hjá fjölskyldu. Þetta fer kannski ekki fyrirsagnar hjá blöðum, þetta breytir lífi hjá fólki. Og svo náttúrulega það sem var rosalega mikilvægt sem það, eitt grundvallarhlutverk Sameinuðu þjóðanna er að leiða saman þjóðir og aðra aðilar til að leita lausna. Þannig að Sameinuðu þjóðirnar hafa líka skapað ákveðna hugmynd sín hvert við erum að fara. Heimsmarkmiðin eru kannski flottasta dæmi það. Þjóðir eins koma saman og segja, hérna eru 17 markmið sem við ætlum öll að vinna að. Og þetta er af gríðarlega mikil áhrif á hvernig við mælum árangur, hvernig fjármagn er stýrt og skapar okkur sameind hvað við erum að reyna að gera. Við vitum öll að það vantar mikið upp á, en bara þessi samhæfing hefur gert mikið.
Og ég myndi sama segja allir, svo samhæfing sem varð mikið til sem viðbrögð við COVID. Samvinnulaunin þjóða var vettfangur til að bregðast við því. Hvernig voru maður að takast á loftslagsmálum? Allar þessar stóru ráðstöfunum með þjóðarleiðtogum hafa verið leiddar saman af Sameinuðu þjóðunum. Þannig að það er margt sem við höfum gert frá krísu til daglegra starfa til að mata ramma hvernig við ætlum að fara inn í framtíðina þar sem að Sameinuðu þjóðirnar hafa spilað lykilhlutverk með lítið fjármagn og oft með lítið stuðning og skilning á því sem við erum að gera. Sko, ég myndi gefa það ráð að fara út í heim og kynnast heiminum. Þannig að fara af stað, læra nýju tungumál. Þannig að það er flott af enskuna. Ef þið getur bætt við öðrum tungumálum, þá er það gríðarlega mikil styrkur. Þannig að það er eitt. Vinna hjá frjálsum félagasamtökum, fá ákveðna reynslu eða jafnvel hjá stjórnvöldum í ákveðin tíma og koma með það inn í Sameinuðu þjóðirnar, það er líka mikilsverði. Ég myndi sem það væri búin að vinna nokkur ára í utanríkisráðuneytinu og svo myndi þið sækja stöðu. Þannig að byggja upp ákveðin grunn, þannig að hafa ákveð veganesti áður farið til starfa hjá Sameinuðu þjóðunum. Svo er líka spennandi að skoða möguleika eins og til dæmis Sameinuðu þjóðirnar með mjög skemmtilegt verkefni sem heitir United Nations Volunteers og þarna er fólk sem kannski ungt fólk sem að byrja sitt ferli, hefur menntun, hefur ákveðna reynslu og þetta fólk sem alveg að starfa samhliða okkur föstu starfsmönnum Sameinuðu þjóðanna og með mjög áhugaverð verkefni og stundum að starfa við hliðina fólki sem kannski koma á eftirlaun og vill bara vera í þessum geira hefur gríðarlega mikla reynslu. Og þarna fær fólk tækifæri til að sjá hvað er í gangi, skapa tengslanett og það hefur stundum leitt til áframhaldandi starfa. Þannig að bara í svona grunninn einmitt, opin menntun, kynnast heiminum, bæta við tungumálum, skilja hlutverk Sameinuðu þjóðanna og jafnvel reyna að koma inn með einhverja reynslu og þekkingu sem gæti verið Sameinuðu þjóðanna verið. Ekki bara menntun, heldur er ég hjúkrunarfræðingur, er ég lögfræðingur, er ég lögreglumaður, er ég jafnvel vörubílstjóri? Hvernig gæti mín þekking nýst inn í það sem Sameinuðu þjóðirnar eru að gera?